Brynhildur Kristinsdóttir listakona á Akureyri. Hún sinnir list sinni ásamt því að vera kennari. Hún með vinnustofu í Gilinu ásamt nokkrum vinkonum sínum og þar ræddi ég við hana það sem hún að pæla. Auk þess sem hún setti í vor upp sýningu hér í innbænum fyrir framan leikfangasafnið og hún segir okkur aðeins frá þeirri sýningu sem verður opin í allt sumar. Hvað að vera við leikfangasafnið? Þar ég sem sagt að sýna verurnar mínar. Verkið heitir Að vera og vísun í bara að vera manneskja. Og þetta svona hugleiðing skelina, hið innra, hið ytra. Og upphaflega varð ég sem sagt heilluð. Ég fór til Ítalíu ung, 24 ára gömul og starfaði þar ásamt öðrum myndlistamönnum í Toskana héraði og ég fór í lítinn bæ sem heitir Ponte Mole og skoða þar safn með styttum sem eru bara frá steinöld í rauninni, höggnir í sandstein, mjög frumstæðar, einföld form, en einhverja hluta vegna þá heillaðist ég af þessum styttum og þær höfðu mikil áhrif á bara mína myndlist og það einhvern veginn, þannig að þessi skúlptúrar undir áhrifum frá styttunum í Ponte Mole. En mín túlkun á þeim sem sagt, ég að fjalla hið ytra, hið innra og formið. Formið sem við sem manneskjur erum oft þvinguð inn í á þess að vilja það. Og ég að velta fyrir mér stundum viljum við bara vaxa svolítið lífrænt eins og rætur, bara í allar áttir. En samfélagið það oft þvingar okkur og setur okkur skorðir og í raun ég bara að fjalla það með þessum verkum. En á sama tíma ég líka að fjalla liti og geometríu. En þetta allt úti? Þetta allt úti og fólk getur gengið inn í verkin og ég býð upp á að fólk fari inn í verkin og eigi samtal við verkin. Þannig að já, fyrir fram að leikfangasafnið og fólk má bara hvenær sem fara, má koma við verkin og fara inn í verkin og þetta opið allan sólarhringinn. Og hvað verður þetta lengi? Þetta verður sannlega út í júlí og eftir það þá fara þau vestur. Já, vestur hvert? Á Suðureyri. Á hátíð sem heitir Aktalón sem hann Elvar heldur utanum. Já. Og þar verða þau til sýnis í nokkra daga á þeirri hátíð. Ásamt því að Júlíana, vinkona mín sem frá Mexíkó, Palacias, hún mun vera með gjörning. Við höfum áður unnið saman út frá þessum verkum. Já, ég náttúrulega mikið með smiðjur ásamt Jónborgu Sigurðardóttur. Þar við erum fengin oft til þess að vera með smiðjur og þá vorum á Glerártorgi og við vorum með smiðjur vetrarsól. Vorum að fjalla veturinn í rauninni og Akureyri í vetrarbúningi ásamt bara gestum og gangandi. Já. Og svo á sumardaginn fyrsta vorum við með lóusmiðjur í Hofi. Já. Svo ég verið með skúlptúrsmiðjur upp í Hlíðarfjalli. Við höfum verið leikfangasmiðjur á Iðnaðarsafninu og Minjasafninu. Jólaföndur á Minjasafninu. Þannig að við erum oft fengnar til þess að því við erum búin að vera í þessu mörg ár og erum duglegar bara okkur finnst gaman að vera með smiðjur og vinna með fólki, mismunandi fólki. Er það ekki hvetjandi eða örvandi getur gefið manni input? Jú, og það bara, ég get ekki lýst í með orðum hvað mér finnst listsköpun vera mikilvæg í bara uppeldi barna. Það bara svo mikilvægt og mér finnst oft að samfélagið sé ekki meðvitað það. Þú veist, gildi sköpunar í uppvextinum. En nú ekki öllum gefið að teikna vel, það? Þetta snýst ekki það. Þetta snýst tjáningu. Já. Þú veist, þú getur krotað, þú getur krassað, þú þarft ekki að gera beinarlínur. Þú getur málað heilan flöt bláan, það geta það allir. Og það getur verið þín tjáning að þú hefur þörf fyrir bláan akkurat á þeirri stundu. Þú veist, litir eru svo magnaðir. Og maður veit oft ekki af hverju maður velur. Þú veist, eins og litaskalinn hjá mér núna, hann allt í hennu bara allt öðru sem hann hefur verið og ég veit ekki af hverju. Þannig að En einhvern tímann hefur hann verið rauður og ég sé rauðan jakka. Já. Er einhver saga á bak við hann? Já, við sem sagt röskur, við erum mikið að framkvæma gjörninga. Já. Og
Og þetta bara hluti af því, við máluðum okkur jakkaföt og vorum með gjörning hérna á örgulega á Akureyrarvöku. Og þá var þessi jakkaföt hluti af þessum gjörningi. Varst þú þar? Já. Já, sem sagt þetta var hluti af gjörningi, búningum sem við fluttum hér í Röskurými á gjörningahátíð og fjallaði eða yfirskriftin var Litla gula hænan og fjallaði í rauninni svolítið, þú veist, hvað við erum að leggja til samfélagsins, hvað erum að leggja, hvað erum að fá og hvað erum við tilbúin til að leggja á okkur í staðinn. Veist, já. Og þetta hér fjallaði þetta var líka búningur og gjörning sem við fluttum á listsafninu á gjörningahátíð og fjallaði konur, réttindi kvenna. Og þetta hvort ekki allt handmálað. Þetta eru gömul föt sem við málum, endurnýtum. Þannig og við gerum það voða mikið. Við minnum með eitthvað gamalt drasl sem við endurnýtum. Þú veist, maður auðvitað fær fyrst hugmynd, síðan útfærir maður hugmyndina í skissu og síðan fær skissan á sig efnislegt form. Þannig að þetta er svona, já, þetta er svona hugmyndavinnan sem síðan formast bæði í huganum og svo útfærir maður í efnislegt form. Og það er svo mismunandi, sumir vilja ekki skissa en fyrir mér hefur skissan alltaf verið mjög mikilvæg. Þannig að ég skissa rosalega mikið og er alltaf með skissubækur og nota bara hvað sem er. Þú veist, hvað er hendi næst, skilur, ég bara krota allt, krota og kressa allt. Þannig og svo líka gengum maður í gegnum svona mismunandi litatímabil, eins og ég gekk í gegnum svona rautt tímabil, þar sem ég hafði mikla þörf fyrir rautt og þú sérð mikið rautt þú veist, rauðar verur hér. Svo allt í einu gerist eitthvað og maður kannski veit ekki hvers vegna, allt í einu breytist litaskalinn og allt í einu komið ljósblátt og gult. Og svo er þetta nýjasta, það er bara svona pastellitir. En þarna sérðu þessa nýju litatóna, þarna er ég líka með rauða, ég er ekki múin að skilja alveg við rauða og þarna kemur gul og ljósblái líka. En veruformið er ennþá þarna til staðar, það er ennþá hér. Er það svona aðeins að leysast upp, en eins og ég segi, þetta gengur ekki rosalega vel hjá mér að leysa upp formið, en ég er að reyna að gera það núna. Er sem sagt Frida og Diego Rivera. Þetta er í rauninni bara bræður sem búa í sveit og þeir eru hér klæddir sparifötunum sínum og eru að fara á einhverja sveitaskemmtun. Og þeir ilma, ég bar á þá sem sagt ylvatn þegar ég sýndi þetta fyrst, þá voru þeir ilmandi. Við stöndum við verk sem heita Að vera og þau voru unnin fyrir sýningu á listasafninu 2023, voru þar til sýnis á Svölunum en eru nú staðsett fyrir utan Leikvangasafnið, Friðbjarnarhús og þessi verk vísa í mennskuna. Það sem ég er að velta fyrir mér hvað er fyrir innan og hvað er fyrir utan og svona forminu sem er búið að setja okkur, skorðurnar sem er búið að setja okkur á samfélaginu að þær eru ekki endilega kannski ákjósanlegar fyrir okkur sem manneskjur og ég er að velta því fyrir mér líka hvernig viljum við vaxa, viljum við vaxa eins og rætur eða viljum við fara þessar beinu brautir og innan þess marka sem samfélagið setur okkur. Þessi verk er unnin úr krossvið og máluð síðan með akrýlitum og þau eru söguð sem sagt með handsögg. Þannig að þau eru öll svona handunnin, það er engin stórar maskínur sem koma nálægt þessu. Og þetta gerði ég í rauninni bara bak við vinnustofuna mína, úti á bak við vinnustofuna mína og málaði síðan á vinnustofunni. En þessi verk þau bjóðu upp á það að maður geti leikið sér nálægt þeim, farið inn í þau